Ég vil þakka Jónasi, formanni stjórnar, fyrir greinargóða og skýra yfirferð yfir þann ólgusjó sem við höfum verið í og það hafa verið alveg ótrúlega miklar sviptingar en það var auðvitað ánægjulegt að lendingin var góð. En nú ætlum við að fara yfir hvernig við ætlum að leggja okkar af mörkum til þess að taka vel á móti framtíðinni. Hér fyrstur mun stíga upp Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og fara yfir framtíðarsýn Landsvirkjunar, stefnu okkar og hvernig við höfum verið og erum að undirbúa okkur fyrir framtíðina. Af því að heimurinn svo sannarlega á fleygiferð í átt að grænni og kolefnishlutlausri framtíð og þar viljum við svo sannarlega leggja okkar af mörkum. Síðan munu Rafnar, Tinna, Ásbjörg, Jóna og Ríkharður fara yfir ólíka þætti í starfsemi Landsvirkjunar sem leggja grunn að því að við náum þessum markmiðum. Hörður, gjörðu svo vel. Ráðherrar góðu fundarmenn, það talandi orkumálin, þá held ég að sjaldan ef aldrei það hafa orkumálin jafn mikið verið svona í umræðinu og alþjóða mörkuðum og í alþjóða samhenginu. Það tengist bæði loftslagsmálunum sem loksins eru farin að fá mikið vægi umræðinni, mjög þarft umræði og verulega hröðun og aðgerðum sem þarf til þess að berjast við þau. Og á nefa munu loftslagsáhrifin hafa mjög mikil áhrif á bara þróun efnahagsmála og jafnvel valdajafnvægi í heiminum á komandi árum. Síðan er svo orkuöryggið í framhaldi af stríðinu sem braust út, orðið mjög fyrirferðarmikil umræða það og mun líka hafa mikil áhrif í Evrópu og umræða mun örugglega leiða líka til Ísland á komandi árum. En Landsvirkjun hefur mjög skýra framtíðarsýn hvernig við viljum taka þátt í þessum heimi. Við fylgjumst grannt með hvað er að gerast í heiminum, hvaða tækifæri, hvaða ógnanir og hvaða hlutverk við höfum. En framtíðarsýn okkar er að þetta sé sjálfbær heimur knúinn endurnýjanlegri orku. Og endurnýjanleg orkan er svona ákveðin lykill í sjálfbærninni og lykillinn í baráttunum við loftslagsmálin. Við höfum síðan skýra stefnu sem við vinnum eftir, sem við uppfærum reglulega og ræðum mikið í fyrirtækinu, ræðum mikið í stjórninni, kynnum okkar eiganda. En hlutverk okkar í þeirri stefnu er skýrt, það er að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinni trúa fyrir með sjálfbærni og hagkvæmra leiðarljósi. Þetta er ekki einfalt mál af því við erum að höndla með orkuauðlindir og nýting orkuauðlinda er alltaf viðkvæmt mál, það þarf að vanda sig og það eru skiptar skoðanir en við erum mjög stolt af því hvernig okkur hefur tekið til og fyrirtæki er stolt af öllum þeim virkjunum sem við hefur ráðist í og það hefur gengið vel og það hefur reynst vel og orðið mikið sátt það hefur verið byggðar. En það er mikil ábyrgð sem fylgir því að vera falið að halda utan á sig einar verðmætustu auðlindir þjóðarinnar sem eru orkuauðlindar sem að þjóðin hefur falið Landsvirkjun að stórum hluta gæta og síðan þurfum við að semja afnota því við okkar góðu viðskiptavini, alþjóðlegu stórfyrirtæki og við erum stolt af því hvað árangrum við náð og þökkum líka hlý orð bæði frá ráðherra og frá stjórnarformanni til fyrirtækis og starfsmanna þess. En Rafnar fjármálastjóri mun koma hérna eftir mér og ræða hvernig okkur hefur gengið og hvað hefur gerst í fyrirtækis og af hverju hann er orðinn sambærilegur hjá systum fyrirtækjum okkar á Norðurlöndum. En inn í fyrirtækinu að þá erum við líka mjög meðvituð þessa grænu framtíð og erum með mjög skýrar áherslur hvernig við vinnum að henni. Og það eru nokkur 5 atriði, lykilatriði sem er leiðarljósið í vinnu starfsmanna fyrirtækisins. Öll byggð á þessari skýru framtíðarsýn, skýra hlutverki. Það er það að við viljum vera með forystu í sjálfbærri þróun, bæði til nýtingu og endurnýjanlegri orku í loftslagsmálunum, bæði innan fyrirtækisins og í tengslum við okkar viðskiptavini. Hornsteinn fyrirtækis er skilvirk orkuvinnsla og framþróun. Rekstur Landsvirkjunar gengur undantekningarlaust mjög vel. Virkjanirnar við mjög erfiðar aðstæður. Það er bara, fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir hvernig að reka virkjanir í þessu veðri sem er búin að vera í vetur þegar kerfið er undir gríðarlegu álagi og má ekki hiksta. Eru líka þarna með byggingur virkjan okkar sem við erum stöðugt að undirbúa og eru þarna með einhverja stærstu framkvæmdir í Íslandssögunni sem við erum að gera aftur og aftur og ganga almennt mjög vel. Það er ekki tilviljun. Við leggjum áherslu á framúrskarandi þjónustu okkar viðskiptavini, að skilja þarfir þeirra, vinna með þeim
hjálpa þeim að þróast í að bæta samkeppnishæfni þeirra, takast á við erfiðleika. Við gerum okkur grein fyrir því að fyrirtækið eru starfsmennir og við viljum og erum að fá til okkar afar hæft starfsfólk. Við viljum meina besta starfsfólkið, við viljum halda því áfram. Við þurfum að vera með þessum framsækið og eftirsóknarvert svona vinnuumhverfi. Og síðan á lokum viljum við vera fyrirmynd í opnum samskiptum til þess að stuðla að sátt, stuðla að sem breiðast sátt starfseminni hjá okkur. Það gerum við með upplýsingamiðlun, með samskiptum, með því að hlusta og með því að leitast við því síðan að það sé ávinningur sérstaklega bæði í nærsamfélaginu og einnig í samfélaginu öllu af starfsemi fyrirtækisins. En förum aðeins út fyrir Ísland, förum aðeins út fyrir að hugsa hvað er að gerast. Akkur erum við að vinna í þessu hvað er að gerast í heiminum. Við erum að upptekina því að við erum bara að auka orkuvinnslu 100% og súpu kvælir við því. En hvað er heildarverkefni heimsins? Og það var mjög áhugavert fyrir okkur sem tóku þátt í COP26 í Glasgow núna hérna á síðasta ári að þar var orkan algjörlega í centrum í allri umræðinni. Og þar var fyrir fundin þá vann Alþjóða orkumálastofnunin nýja skýrslu það bara hvernig þurfa orkukerfi heimsins að breytast til þess að þeir kalla net zero 2050. Það sé sem komið net zero í losunum 2050 og þessi mynd sýnir svona stóru myndinni því hvað þarf að gerast. Hvernig olía og gas þurfa að lækka, það er gráu litur, hvernig það á að minnka og hvernig smá saman græni liturinn endurinn orkan tekur stærra og stærra hlut. Svarta línan sem það er sem kjarnorka sem enn spá líka muni aukast þó það sé mjög umdeilt og líka dýrt að nýta það. En í grundvallaratriðum þar sem er verið að tala að gera þarna, áður en tala það, þá vil ég benda það sem er mikil áhersla á er orkusparnaður. Það er langbesta virkjunin og við verðum að ná eins miklum orkusparnaði, bættri nýtingu orku, breytingu á neysluvenjum, breytingu á byggingum til þess að ná orkusparnaði. Við sjáum þarna spáð því að orkunotkunin í heiminum muni hætta að vaxa. Þetta er mikil áskorun því þarna er gert ráð fyrir því að hinn vestræni heimur, hann verður að draga saman orkunotkunina. Hann á að geta gert það, bara með tækni, neysluvenjum og öðru, af því að það er ýmis þróun á stórhluta heiminum er ennþá á öðru stigi efnahagslega, gerir kröfum að bæta sín lífskjör og mun auka orkunotkun. Þannig að það ef við náum að levela þetta út, þá er vestræni heimurinn að taka á sig mun minni orkunotkun. En hvað þýðir þetta? Hvað er verið að gera þarna? Það sem er verið að gera, það er verið að rafvæða orkukerfi heimsins. Það er basically verið að gera það. Hætta að nota jarðeldsneyti og fara að nota raforku, þá fyrst og fremst endurnýjanlega raforku, aðeins kjarnorku líka, þó það vil enginn fá kjarnorku, fólk vil ekki á vindmylluna, vil alls ekki fá kjarnorku nálægt sér. Og það þarf í raun og veru það bil að þrefalda raforkuvinnslu í heiminum til þess að þetta gangi eftir. En endurnýjanlega orkuvinnslan, hlustuðu nú, hvað heldur að hún þurfa að aukast til þess að þetta gangi upp? Það er búið að taka kjarnorku eins mikið og menn treystið til. Endurnýjanlega orkuvinnsla þessu tíma þarf að áttfaldast. Og það eru löndum sem hafa ekki sömu tækifæri og Íslendingar þegar við erum að tala um að tvöfalda. En þarna búum við náttúrulega því að við erum komin langlengst, við erum búin að 85% orkunotkun okkar er endurnýjanleg, en pæliði verkefnir heimurinn eftir og þetta er það sameiginleg verkefni heimsins ef við ætlum að takast á við loftslagsmálin. Og það er búið að taka þarna mjög á orkusparnaði og breyttu neysluvenjum. En Ísland ætli sér alls ekki vera eftirbátur í þessari þróun. Það er mjög ánægjulegt að heyra þessa skýru sýn sem kom fram hjá fjármálaráðherra hvernig stjórnvöld hafa sett sér mjög skýra sýn, metnaðarfulla sýn á því að vera í fararbroddi. Það er engin ástæða til annars. Við erum fremst í þessu núna, við erum komið 85%. Það er engin þjóð komið svona langt eins og við erum komin. Og hefur gert það á jafn hagkvæman hátt og þetta hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif á lífskjör á Íslandi. Við erum að sjá mjög aukna umræður langtíma sýn í orkumálum sem við í orkukerfinu fögnum gríðarlega. Við sáum það á síðasta ári með orkustefnunni sem var mjög bara þverpólitísk sátt í þinginu, mjög faglega vel unnin og skýr sýn á framtíðina. Við sjáum þetta í stjórnarsáttmálunum sem verður með mjög metnaðarfull markmið loftslagsmálin sérstaklega. Við sjáum ýmsa löggjöf sem á að endurskoða, rammaáætlun, löggjöf vind, orkuöryggi og fleira sem skiptir allt miklu máli og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir ef við setjum okkur markmið efnahagsbata, loftslagsmál, þá verður að koma aðgerðir við hliðina. Það er ekki hægt að skilja þarna á milli, þá náum við aldrei árangri og því miður hefur oft verið umræðan á síðustu árum. Síðan fengum við grænbókina sem var gott viðbótarframlag núna fyrir bara nokkrum vikum
sem að fjallar orkuþróun á Íslandi og þar kemur þessi rúmlega 100% aukning sem kom fram sem eina sviðsmyndunum. Ég held að við ekki að festast í þessu hvort það sé 100%, 120%, 80%. Þetta er svona mat, þetta er mjög mikið. Þetta þýðir það að við þurfum að virkja mikið til þess að ná þessum árangri. En við gerum okkur líka grein fyrir þetta verður aftur þungt þessi breyting. Það þarf að vera ákveðna tækniþróun sem að gerast erlendis í nýtingu á rafeldsneyti og nýtingu á ýmsu sem þarf þetta geti gengið eftir. Þetta mun gerast aftarlega á þessu tímabili. En þetta skiptir miklu máli að hafa þessa sýn og ég tek algjörlega undir það sem kom fram hjá fjármálaráðherra, þessa gagnrýni á það hvernig þetta vinna rammaáætlun á þess að hafa þessa sýn. Það gengur bara ekki upp eins og var verið að gera þegar bara jafnvel haldið fram að aðlösu voru að vinna að þessu í nefndinni að það þyrfti ekki orku en samt ætlum að ná öllum árangrinum. Það er líka mjög sterkt í grænbókarumræðinni var það að fólk vill hafa atvinnulífi sterkt. Oft heyrist það hvort að við eigum bara að loka stóriðju til þess að uppfylla okkar loftslagsmarkmið. Það er að mínu mati og kom skipt fram í grænbók líka mjög ekki góð hugmynd og það er sama hvort við lítum að út frá loftslagsmálum. Þá er áhrifin jafnvel engin, jafnvel neikvæð, ef þetta er framlega flyttist annað og færist yfir jafnvel kólanotkun. Er þetta sniðugt efnahagslega að missa svona öfluga útflutningsgrein? Nei, það er það ekki. Er þetta eðlilegt fyrir samfélagið, gott fyrir samfélagið? Nei, þannig að það er engin góð rök fyrir að fara þá leið. Það mun gerast og getur gerst og mun gerast að einhvern tímann muni verksmiðjur loka. En það eru ákvarðanir eiganda þessara fyrirtækja að hætta starfsemi. Það er ekki ákvörðun sem við sem samfélagum og það við eigum sem samfélag að standa með þessum fyrirtækjum og reyna að bjóða þeim samkeppnissamt umhverfi sem að nýtist þeim til langt fram að. En það sem við erum kannski mest að horfa á í dag og kannski ætlum að fara dálítið meira inn núna er kannski næstu 4 til 6 ár. Af hverju 4 til 6 ár? Það er svona tími sem tekur að byggja virkjun. Við erum með þetta krefjandi aðstæði núna, kerfið er fullselt. Það er náttúrulega hluti til að því að vöxtunum kom mjög hratt mun hraða tilbaka en flestir byggust við. En við erum á sama tíma að finna sterka eftirspurn, bæði bara hagkerfinu og síðan fullt af mjög áhugaverðum fyrirtækjum verkefni sem hafa mjög breiðan stuðning í samfélaginu, nærsamfélögum og samfélaginu almennt að þau séu unnin. Og það er sem ekkert nýtt framboð fyrir eftir 4 til 6 ár. Þetta verður mjög krefjandi og við þurfum að vinna út úr þessu verkefni saman og reyna að koma sem flestum verkefnum áfram. En það er ljóst eins og það verður ekki orka í öllum verkefnum þessu tímabili. Landsvirkjun er eins og tilbúið að ráðast í verkefni strax og Ásbjörg mun koma inn að það hér á eftir. Að Landsvirkjun er búin að undirbúa sig, hefur ekki sannarlega ekki setið aðgerðalaust, en það tekur eins og kom fram hér áður, áratugi að undirbúa virkjunarverkefni. Þannig að við ættum fljótlega að geta komist í gang til þess að takast á við að sinna þessari eftirspurn. En þetta er flókin verkefni og það togast á þarna ólík sjónarmið og það er náttúrulega mikilvægt að ná sem breiðast sátt þessa vegferð. Það togast á þarna fyrsta lagi milli loftslagsmarkmiðanna og náttúruverndar sem er ákveðin öfugmæli að því að loftslagsmálin eru stærsta náttúruverndarmálið en svo er það náttúruverndarsjónarmið sem vinna gegn því að við getum vinnum meiri endurleg orku hvort heldur á Íslandi annars staðar til að takast á loftslagsmáli, við lendum aðeins hérna í dilemmu og síðan tókast á við lífskjörin sem við viljum halda og bæta sem að við til að ná loftslagsmarkmið gætum við sem dregið úr lífskjörum sem að er samtöð. Við þurfum að finna þarna jafnvægið og hvernig við náum aðgerðum saman. En að mínu mati þá þurfum við að vera mjög opin fyrir því að breyta neysluvenjum okkar. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að vestræn heimur gerir það, en við höfum að gera það undir þeim formörkjum að lífskjör batni. Það að breyta neysluvenjum þýðir ekki að lífskjör versni. Ef við náum því ekki, þá er ég hræddur bara að við fáum ekki stuðning við loftslagsmarkmiðin. Stuðningurinn kemur ekki nema við trúum því að lífskjörin okkar verði betri í kjölfarið. En hver eru áherslur Landsvirkjunar í markaðsstarf og nýsköpun á næstu árum í þessu 4-6 ára tímabili? Þar sem við erum sannarlega að horfa á að það er meiri eftirspurn framboð. Og það má segja að við sjáum fyrir okkur 5 flokka eftirspurnar sem við segjum að allir flokkarnir eru áhugaverðir, en það er 3 sem viljum raða í forgangi allavega núna. Ef stjórnvöld eða breyta áherslum eða samfélag breytir áherslum þá munum við að sjálfsögðu breyta með. Við erum náttúrulega líka að lesa í áherslum samfélagsins, orkustefnuna, grænbókinu og annað. Fyrsta lagi er það bara aukin almenn notkun, hagvöxtun í hagkerfinu, innlendu orkuskiptin sem er svo sannarlega í fyrsta forgangi hjá okkur að styðja það, eins og Landsvirkjun hefur alltaf gert.
Við sjáum fyrir okkur aukna stafræna vegferð, gagnaver, nýsköpunarfyrirtæki, matvælafyrirtæki og fjölmörg svoleiðis áhugaverð fyrirtæki sem eru fyrirtæki að nota of svona nokkra 20 megavatta sem að mjög áhugaverð svona fjölbreytni í atvinnulífinu á Íslandi. Ríkharður mun á eftir segja okkur frá þessum verkefnum, hvernig þau eru og hvernig okkar áherslur eru þar. Og í þriðja lagi síðan vöxtur og framþróun núverandi stórnotenda. Við teljum að við eigum að styðja við þá, eins og Landsvirkjun hefur gert frá stofnun fyrirtækisins, að þróa samkeppnishæfni þeirra, auka framleiðni, auka virðisaukandi vörur, eins og við erum að gera til dæmis núna með Norðuráli, nýbúin að gera með Rio Tinto, og ég held að þetta sé til hagsbóta bæði fyrir okkur og samfélagið. Þessi þrír flokkar teljum við að muni það framboð sem við erum að sjá fyrir okkur næstu 4 til 6 árum munu raun og veru nýta allt það sem við getum komið með. Og innan þeirra eru líka, þess að við náum held ég ekki að sinna öllum þeim verkefnum sem við gjarnan myndum vilja gera. Þannig að þetta stýrstu forgangsröðun að segja við teljum rétt að fókusera á þessa 3 flokka. En hverjir eru hinu 2 flokkarnir sem eru líka áhugaverðir? Það er í fyrsta lagi nýir stórnotendur í málminnaðar ráðurum. Það er bara ný stóriðja sem að sannarlega hefur mikinn áhuga að koma til Íslands. Það getur verið álver, kísilver, áburðarverksmiðja eða önnur þess háttar verkefni sem að hafa áhuga að koma hingað. Þetta hefur reynst vel á Íslandi en við þurfum þá sérstaklega að leysa það bara hvaða framboð og orku á að koma til að uppfylla það. Og við sjáum það ekki, hvernig við náum því alveg á næstunni og hvort að samfélagið kalli eftir því. Og síðan það verkefni sem tengjast útflutningi orku sem að, hvort sem það er með sæstreng eða með rafverksneti, þau verkefni þurfa bæði heilmikið umræður innanlands hvernig við viljum og hvort við viljum gera það. Bæði er gott út frá sjónarmiðum orkufyrirtækis. Sæstrengur bara út frá orkuöryggi sem við höfum oft rætt áður og skapa stýranlega orku inn á Evrópumarkaði sem alltaf verðmætur og verðmætari. Og rafelsneyti, útflutningur rafelsneyti gæti verið mjög áhugaverður, sérstaklega til að auka hagkvæmni á innanlandsframleiðslu. En við sáum samt í grænbókinni að magnið sem þarf fyrir innanlandsframleiðsluna samt mjög mikið. En það geti samt verið áhugavert að kanna þá kosti. En útflutningur á rafelsneyti ekki alveg strax á döfinni. Það bara markaðir ekki til staðar. Og þeir munu koma og við teljum að við eigum að vera mjög vakandi fyrir því. En það ekki það sem við sjáum fyrir okkur næstu 4 til 6 árum. Á lokum þá viljum við bara segja það að við erum tilbúin í þetta verkefni sem framundan Við settum okkur markmið fyrir 10 árum síðan og við höfum náð þeim okkar mati öllum. Við höfum lækkað skuldir og stöndum núna fjárhagslega jafnvætist erlendum systurfyrirtækjum. Tekjurnar okkar hafa styrkst, stórnotendur og greiða nú sambærilegt verð og gera í erlendis. Mörkunum sem berum okkur saman við í Noregi og Kanada. Hlutur sem að margir héldu að væri ekki hægt að semjum en það hefur tekist. Viðskiptaflóran okkar líka fjölbreyttari en áður og dregið hefur áhættu sem mjög mikilvægt fyrir fyrirtækið sem með svona miklar eignir undir. Svigrúmið til arðgreiðslu hefur aukist og við höfum ráðist í umfangsmikinn og vandaðan undirbúning af næstu virkjunarkostum og erum reiðubúin að ráðast í þá leið og tilskilin leyfi eru fengin. Þannig að Landsvirkjun svo sannarlega tilbúin fyrir framtíðinni. Ég ætla síðan að gefa orðið til Rafnars, fjármálastjóra, sem ætlaði að segja okkur frá því hvernig fjármálin hafa verið að breytast. Gjörðu svo vel, Rafnar.